Áfram höldum við með föstudags þátt N4 sem helgar þáttur stöðvarinnar. Við ætlum næst að tala málefni bílstjóra og atvinnubílstjóra. En atvinnubílstjórum hefur fjölgað verulega á undanförnum árum. Ferðaþjónustan vex sem að þýðir það þarf fleiri og fleiri atvinnubílstjóra. Vöruflutningar á vegum, þeir hafa sjálfsagt vaxið líka á undanförnum árum. En hingað eru komnir fulltrúar frá ökuskólanum Ekli á Akureyri, verið velkomin. Er þetta ekki rétt að atvinnubílstjórum þeim hefur fjölgað á undanförnum árum? Jú, það eins og komst inn á, það svona helst í kringum ferðamennskuna, frekar þar. Já, enda bara rútum, maður getur bara sagt sér það sjálfur að rútum hefur fjölgað mikið á vegum. Já, mjög. Já. En þið eruð hjá Ekli, eruð að fara sem sagt, núna sé ég auglýst af stað með endurmenntunar námskeið fyrir atvinnubílstjóra. Hvers konar námskeið er þetta? Þarna er rauninni bara í þessum endurmenntunar námskeiðum er rauninni bara verið að svona rifja upp mikið nýjungar og rauninni bara viðhalda þekkingu ökumanna atvinnubílstjóra við stjórnun sinna ökutækja. Þetta er stór þáttur að vera að keyra bíl og þetta er svona rauninni meira þá ekki að fara að kenna neinum að keyra. Það eru margir eldri bílstjórar sem hafa svona haft þá hugmyndum að það er að fara að kenna eitthvað að keyra aftur, en það snýst ekki um það. En að hrista fram úr erminni námskeið, þetta er ekki eitthvað sem að ykkur datt í hug í síðustu viku? Og ekki okkur, alls ekki. Þetta er í rauninni Evrópureglugerð sem hefur verið að taka í gildi. Þannig að þetta er, og námsefni sem við horfum á er í rauninni námsefni og hlutir sem er verið að kenna erlendis. Það er búið að kenna þetta námskeið til dæmis í Noregi og Norðurlöndunum mjög lengi. Þannig að við erum í rauninni að nýta okkur líka þekkingu sem er þegar til. Hvaða þættir eru það helst sem að þið leggið áherslu á? Þetta eru námskeið eins og til dæmis bara við kringum bíltækni. Þetta er meðal annars skyndihjálp. Þetta eru svolítið inn á svona sálfræði, umferðarsálfræði sem við getum kallað, og er reyndar kennd á meira próst námskeiðum, námsefni sem heitir bara umferðarsálfræði og svona bara almenn svona, bara viðhalda þessari almennu umferðarvitund þessara atvinnubílstjóra. Lestun, það er ekki sama hvernig þú lesta bílið þinn. En ekki það að þessi menn kunni það ekki, þetta er bara, eins og ég segi, þetta er svona verið að svona fara aðeins dýpara kannski í hlutina, merkingar á farmi, þyngd á farmi, aksturs- og hvíldartími. Þar eru reglur sem þarf að svona kannski að fara kannski svolítið dýpra í og ræða. Eitt af þessu sem er þá farið í, það er skyndihjálp. Ég bara geri ráð fyrir því að atvinnubílstjórar þeir eiga það á hættu eða þeir geta lent í því minnsta kosti að vera fyrstir á slysstað til dæmis. Já, það er alveg rétt. Þeir eru oftar en ekki þeir fyrstu sem koma að bílslysum sem verða út á vegum. Og kannski þeir fyrstu sem þurfa þá að athuga með hvort það sé í lagi með fólk. Þannig að við ætlum að reyna að fara svolítið sérstaklega vel í það og munum vera með handleiðslu slökkviliðsins og sjúkraflutningamanna í því með okkur. Þannig að það er nú eins gott fyrir atvinnubílstjóra í raun og veru bara að vera með þetta svona nokkuð á hreinu, svona fyrsta hjálp. Já, hvað er með að gera og hvað er eiga að gera í rauninni þegar þeir koma að slysi. Vegna þess að það getur skipt bara lífið eða dauða í rauninni á þessum tímapunkti þegar þeir koma að svona. Hvað með svona heilsutengdi hverjir eru helstu sjúkdómar sem eru að hrjá til dæmis atvinnubílstjóra? Er það hreyfingarleysi? Þeir eru náttúrulega rosalega mikið að keyra, sitja kyrr. Þetta er
þetta er mikil seta, þetta er mikil kyrrstaða og ég brosi nú að því að þetta er svona ökumenn svolítið, eða bílstjórar, þeir kvarta svolítið til dæmis undan þeirri fæðu möguleika fæðu val sem þeir hafa á vegunum. Þetta er mikið svona það sem við köllum bara sjoppufæði, sveittur hamborgari og svona, skilurðu. Og margir bílstjórar eru mjög meðvitaðir þetta og kvarta undan með því að hafa ekki og komast ekki í gott fæði. Þannig að það er svona eitt, en það er erfitt að við þetta ráða. En ég veit að erlendis, til dæmis í Danmörku, að þá var farið dálítið djúpt í þessa þætti á þessu endurmenntunarnámskeiði. Þar hef ég tengst við aðila sem sagði mér frá því að það fóru 2 kennslustundir í það. Einn dagur eru eins og 4 kennslustundir, einn námskeiðsdagur, og þar var farið einmitt í þetta, svona heilsu og fæði, í heila 2 kennslustundir sem að mörgum myndir kannski þykja dálítið mikið, sko. Það fara að segja til mönnum eitthvað til það hvernig þeir eiga að borða, sko. Hvað heyrið þið svona á atvinnubílstjórum? Er að verða einhver svona vitundarvakning meðal þeirra, getum við sagt það? Já, ég hugsa það. Bara með samfélaginu í rauninni. Ég meina, samfélagið er alltaf verða meðvitaðara það sem það þarf að hugsa líkamann á sér og heilsuna. Þannig að þeir eru engin undantekning þar, alls ekki. Og ég til dæmis hef séð þessar sjoppur reyna virkilega að vera með heilsusamlega kosti, en oft tíðum þá er það kannski svona snarl og þannig að þeir eru kannski meira að horfa á einhver almennilega máltíð, þessir kallar okkar sem eru að keyra og konur. En það sem er kannski svona helsta í þessu er að þeir eru náttúrulega væntanlega með verki í hálsi og öxlum. Þetta er náttúrulega álag að sitja mikið svona, haldandi stýri. Þannig að við viljum svolítið fara inn á það líka í þessari endurmenntun, að þeir kannski átti sig betur á því hvernig þeir eru að bera sig við akstur og svona, já, hugsa heilsuna. Já, en er ekki líka nauðsynlegt fyrir, þá í þessu tilviki sérstaklega atvinnubílstjóra, það fylgir því mikil ábyrgð að keyra á vegum úti og sem sagt að endurmennta sig. Bara rifja upp. Jú, mikil ósköp. Þetta er, þessi endurmenntun atvinnubílstjóra, menn eru að taka þessu mjög misjafnlega. Sumir eru finnst þetta alveg út úr korti og aðrir eru mjög jákvæðir yfir þessu og ég get alveg skilið það hjá sumum og þessi kannski líka, það sem kannski veldur er ákveðin svona óvissa, menn veit ekki hvað þeir verið að fara í en bara sem dæmi að þá eru sjómenn, skipstjóri, vélstjóri á fiskiskipi, hann fær ekki pláss á fiskiskipi nema því aðeins að hafa setið Slysavarnaskóla sjómanna. Hann missir ekki réttindi sín. Vélstjóri borð í fiskiskipi missir ekki vélstjórnarréttindi sín þó svo hann fá ekki pláss á skipi. Hann getur farið að starfa við það jafnvel í landi. Bílstjóri sem hefur ökuréttindi á vörubíli eða rútu, hann missir ekki ökuréttindi sín. Hann missir hins vegar þessi atvinnuréttindi sín sem atvinnubílstjóri. Hann gæti alveg keyrt bíl, flutningabíl, rútu á milli staða þar sem ekki verið að taka gjald fyrir þann flutning eða flutning á einhverju vöru eða farþegum, skilur við. En þessi námskeið, hvenær hefjast námskeiðin? Þau hefjast núna í byrjun mars og verða kenndnir í Símey. Öll skráning og allt svoleiðis fer þar fram í gegnum þau. Og þau verða síðan á laugardögum í mars og fram í apríl. Fyrsta reynsli á öllum námskeiðunum. Þannig að þeir geta farið að skrá sig bara þar hjá Símey. Grétar og Snjólaug, við eigum í raun og veru 1 mínútu eftir. Eru bestu bílstjórar landsins, eru þeir á Akureyri? Sjálfsögðu það er alveg ljóst hver búinn að kenna flestum ökumennum hér á Akureyri, þannig
það þarf ekki að ræða það frekar. En það er stundum sagt Akureyringa, þeir séu latri að gefa stefnuljós. Hvað hefur komið upp á? Reyndar, sko. Snjólaug, hvað segirðu það? Eru Akureyringa latri að gefa stefnuljós? Já, á fólk ekki bara að vita hvert við erum að fara? Ég segi það. Bara takk fyrir að koma og ganga ykkur vel með þessi endurmenntunarnámskeið og þið hjá Ekli bara ganga ykkur vel. Takk fyrir. Takk.